Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 30. júlí er 8. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er ávextir andans. Jesaja segir í lexíunni, treystið drottni aldur og ævi, því að drottin er eilíft bjarg. Í pistlinum erum við vöruð við fölskum spámönnum og í Guðspjallinu sem ég ætla að tala út frá segir Jesús dæmisögu mikilvægi góðrar undirstöðu. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Matteus í 7. kafla. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hyggnum manni er byggði hús sitt á bjargi. Nú skall á steypiregn, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi, en það féll eigi því það var grundvallað á bjargi. En hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá er líkur heimskum manni sem byggði hús sitt á sandi. Steypiregn skall á, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi. Það féll og fall þess var mikið. Þegar Jesús hafði lokið þessari ræðu varð mannfjöldinn djúpt snortinn af orðum hans, því hann kenndi eins og sá sem vald hefur, en ekki eins og fræðimenn þeirra. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þemað í dag er ávextir andans. Guðspjallið í dag er í beinu framhaldi af fjallræðunni, þar sem Jesús boðaði breytingar. Lögmálið dæmdi verk manna en Jesús færði lögmál náðarinnar inn í hjarta hvers manns og hann tengir persónlega ákvörðun okkar trúarlega séð við þessa sögu. Sagan og söngurinn húsin á bjarginu og á sandinum eru vel þekkt, enda hefur þetta efni verið hluti af efni sunnudagaskólans árabil. Mennirnir í dæmisögunni sameinast ekki að byggja eitt hús, heldur byggir hvor fyrir sig sitt eigið hús og ber leið ábyrgð á byggingaraðferðinni. Áhersla Jesú er auðvitað á það að grunnurinn þarf að vera traustur til að bygging standist álag, svo að hvernig leggjum við góðan grunn. Venjulega þarf að byrja á því að moka burtu því sem að gæti veikt undirstöðuna. Trúarlegt öryggi okkar felst í því að við vitum hvað frelsar okkur. Sannleikurinn gerir okkur frjáls í orðsins fyllstu merkingu. Jesús sagði, sá sem heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Já, það nægir ekki bara að vita hvað Jesús sagði, við þurfum að trúa honum. Hann er hyrningasteinninn, sá sem dregur línuna, svo húsið verður rétt byggt. Orð Jesú er undirstaðan eða grunnurinn að trúnni. En hver er kjarninn í hans boðskap? Pistillinn varaði við falsspámönnum sem breyta og bæta við boðskapinn til þess að fá fólk til þess að fylgja sínum kenningum. Í samtali við vantrúaða menn í kaflanum á undan sagði Jesús, það er verk Föðurins að þið trúið á þann sem hann sendi. Og ýmis vers styrkja okkur í þeirri trú að Jesús sé sonur Guðs. Engillinn sagði við Maríu að barnið væri heilagt, sonur Guðs. Í skírn Jesú heyrðist rödd Guðs segja, þessi er minn elskaði sonur. Þegar Jesús myndaðist á fjallinu heyrðist rödd Guðs segja, þú ert minn elskaði sonur. Og Jesús talaði alltaf Guð sem föður sinn á himnum. Ef við trúum því á öllu hjarta að Jesús sé sonur Guðs, er grunnur trúarinnar
byggður á bjargi. En það þarf að klára húsið, svo grunnurinn grotni ekki niður eða grafist í sand. Allt sem Jesús kenndi gefur okkur styrkar stoðir í húsið. Og þegar við uppgötvum hvað dæmisögurnar geta talað inn í ólíkar aðstæður á öllum tímum, þá byggja þær upp veggi í húsin okkar. Veggi sem verja okkur og hjálpa okkur að leiða hjá okkur falskar kenningar. Trúin veitir skjól. Og í Sálmi 119 segir: Þú ert skjól mitt og skjöldur, ég vona á orð þitt. Og í Hebreabréfinu segir: Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Látið ekki framandi kenningar afvegaleiða ykkur. Látið náð Guðs næra hjartað, ekki mat af ýmsu tagi. Og hér táknar matur af ýmsu tagi kenningar annara. Síðan það loforð Jesú sem setja þak á húsið okkar. Ekkert getur haggað trúnni í húsi sem byggt á bjargi. Þó að við verðum fyrir óhöppum eða áföllum, þá vitum við að Guð stjórnar því ekki. Hann góður Guð og eins og ljóðið Sporin í sandinum segir, þá heldur hann á okkur þegar við kiknum, gefur styrk þegar við bognum, leiðir okkur og vísar veginn þegar við höldum að við séum ein. Hann umvefur okkur í sorg og mótlæti og gleðst með okkur í velgengni. Guð vill okkur aðeins hið besta. Þess vegna svo nauðsynlegt að halda húsin okkar við, styrkja stoðirnar, veggina og þakið í gegnum þekkingu á orði Guðs með hjálp heilags anda. Og þemað í dag einmitt ávextir andans. Heilagur andi var sendur okkur til halds og trausts og andi skilnings og speki. Og ef við vegna verka heilags anda leiðumst áfram á vegi Guðs, má segja að við séum ávextir af starfi hans, ávextir heilags anda. En Páll leit ekki þannig á málið. Hann sagði góð verk okkar og kærleiksríka framkomu við náungan vera ávöxt af orði og kenningum Krists. Hann skrifar í Galatabréfið að ávöxtur andans sé kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfsagi. Og tókuðu eftir að orðið ávöxtur í eintölu. Í stuttumáli ávöxtur andans allt það sem Guð vill að prýði okkur. Pistillinn fjallar góða og illa anda og hvernig eigi að þekkja muninn. Allt sem dregur okkur frá Guði eða vekur upp efasemdir tilvist hans ekki af hinu góða. En í bréfinu stendur: Af þessu getið þið þekkt anda Guðs. Sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur, kominn sem maður, frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jesú ekki frá Guði. Innan önnur vers í ritningunni finnum við fjölda versa sem segja okkur að játningin, að Jesús sé sonur Guðs, sé viðmið trúarinnar. Eins og Páll skrifar til dæmis í Rómverjabréfinu: Ef þú játar með munni þínum, Jesús drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, verður þú hólpinn. Í bréfinu stendur að andinn sé í okkur og með andan í okkur séum við af Guði. Enda kristnir menn sammála að trúin hafi áhrif á líf þeirra og alla almenna breytni. Það misjafnt hvort fólk setur Guð á hliðarlínuna, hefur hann á neyðarknappinum eða hefur hann með í öllum ráðum.
Lexían gefur okkur ráðleggingu. Treysti drottni aldur og ævi, því drottin eilíft bjarg. Og þar segir að hugafar okkar gagnvart Guði þurfa að vera stöðugt. Því stöðugleikinn varðveitir trúnað, heilindi og hrekur burtu efa. Guð alltaf sá hinn sami en trú manna á það til að flökta. Já, þemað í dag ávextir andans, en textar dagsins fjalla fremur nauðsyn þess að hver maður styrki trú sína, byggi hús utan sálu sína á traustum grunni, þannig að trúin þoli áhlaup heimsins. Nútíminn byggir allt á hraða og miklu framboði og vegna þess að Guð ekki á Facebook, hefur ekki heimasíðu, netverslun eða e-mail, getur hann fært aftar á listan. Það gott og blessað að fá sent biblíuvers í síman, en í Guðspjallinu í dag sagði Jesús að það væri ekki nóg að heyra eða í þessu tilfelli að lesa orðin. Við þurfum að trúa þeim af hjarta, breyta eftir þeim og trúin mun breyta okkur. Trúin gefur okkur síðan það sem Páll skrifaði að væri ávöxtur andans. Hún gefur af sér kærleika, gleði, frið, langlyndi og svo framvegis á lífsleiðinni. Og við fáum þá tilfinningu að annaðhvort hafi Guð sléttað veginn eða hrukkurnar á honum og nibburnar sem stóðu upp úr skipti minna máli en áður. En eins og ég sagði í upphafi þá þurfum við að halda trúnni við. Passa að grunnurinn sé styrkur, að það komi ekki göt á veggina eða þakið falli niður. Guð alltaf til staðar en við þurfum að sjá sjálf viðhaldið á húsinu okkar. Í Sálmi 121 stendur: Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Og í 5. Mósebók segir: Drottinn mun sjálfur fara fyrir þér. Hann mun vera með þér. Guð alltaf með okkur. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.